Já, komið sæl á ný. Þegar ég kvatti ykkur áðan þá sagðist ég ekki alveg vita nákvæmlega hvað tæki við, en ég búinn að fá gest í myndverið. Það Gunnar Smári Egilsson, hinn sonum Egils. Vertu velkominn. Já, takk. Ég gæti ekki verið með ykkur hérna áðan að það svona stundum verið bókanlega þannig hjá okkur. Það var líka daginn, það vorum að tala öryggismála. Já, bóka í öll sæti. Herðu. Það var ekki líflegt og skemmtilegt? Jú, mjög gott, sko, mjög gott og hérna, já, bara mjög gott. Það Stefán Pálsson náttúrulega, sko, svo minnugur að þetta fletta bara upp í honum með ártöl og hlera eins og kom vel í ljósi þessum þætti. Já. Svo var það Páll. Hann var eins og með þætti hérna fótbolta. Já. Og sem voru mjög skemmtilegir. Og þá einmitt var maður að hlusta og auðvitað hefur maður á fótbolta og líka sögunni sem hann flettaði inn í þetta. Þetta gæti oft verið saga sem náði langt út fyrir hérna fótboltan. En svo var það annað sem maður hafði gaman að hlusta á. Þetta minni hans náttúrulega ekki í lagi, sko. Hann gat þulið upp, bakvarðinn í einhverju liði í Venezuela, eitthvað 1956. Og þuldi þetta bara linnlaust upp þessu, þannig að þetta ekki þannig að eins og hann hafi lært þetta áður hann labbað inn í viðtalið. Nei. Heldur þetta furðulegasti, það svona gaman að hlusta á hann tala, svona eins og gaman að horfa á góðan svona kokk skera grænmetið eitthvað, þetta bara gaman að fylgjast með því tæknilega. Hann fer ekki fram með látum, hann bara alltaf kurteis og venjulegur. Hann náttúrulega með, hann fekk guð gaman einhver svona básunurödd, þetta náttúrulega ekki, þeir veit að tæknimennina frammi að þeir þurfa ekki að hækka upp í mikrofónunum hans. Nei. Svo Páll Baldvin, langt sem var við hann í svona umræðuþáttum. Ég var með svona sinna á föstudaginn í Skellafrétti vikunnar. Ákaflega sjarmerandi ungu maður, skemmtilegur. Ég var alltaf gaman af Pálli Baldvin, þetta skemmtilegti maður sem maður hittir svona götum úti. Já, hann tala stundum myndrænt. Já, og bara ótrúlega svona lifandi áhuga á samfélaginu og snjall greinandi stundum. Já, mjög. Svo var Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi. Hún var svolítið hikandi fyrst að koma, en svo ákvað hann að bara, ég hef gott að því sagði hún, sjálf á sig, og kom hérna og var... Hún var náttúrulega tók þátt í Dögun á sínum tíma, mest eftir Dögun. Og svo náttúrulega hún þetta hefur ábyggilega verið lífleg pólitísk umræða á æskuheimili hennar. Hún og Sigurjón og svo Sigurður Þórðarsson, varstu ekki eftir honum? Jú. Hann einn af góðgerðarmönnum pressunnar í Kanada. Hann bjó til, þá var hann að flytja inn ginseng. Rautt eðal ginseng. Og við bjöggum til að svo pakkinir í laginu, það eru 2x8 sem við gátum sett inn á plassið 2 og 4. Og þar leiðandi náðu við svona smá auka pening á móti heildsíðunum. Ég held að þetta, sem við sérðum það náttúrulega blöðin eru meira dáin og horfin, en þetta breyttist svolítið út að nota þessa aðferð. Það var Sigurður Pétursson. Já, ég er málkunnur honum. Ég tók þátt í honum við vorum með svona hálfgerð mótmæli á sjómannadaginn. Við eigum kvótann, ekki Samherji. Byggum til blöðrur, blésum þar út, gasblöðrur og dreifðum út á Granda. Og ég var að vinna með honum í þessu. Þá var hann kom frá strandveiðimönnum. Mjög skemmtilegt að vinna með honum, Herðu, Smári. Já. Ég verð að ræða við þetta erfiða mál sem innan hús. Já, ég veit ekki alveg, finnst þér það flokkinn og svona? Nei, þetta sem svona verið að vega þinni persónu. Já. Náttúrulega erfitt að verjast hugsunum annarra manna, en engar gjörðir. Meinarðu að ég sakar að vera með einelti? Já. Ég er að pæla í því hvort að ég finna kannski annan vettvang til þess að ræða það. Og það er kannski, mér finnst það skiljanlegt að margir svona bara áttast ekkert á því hvað er að gerast í flokknum. Og við sjáum svona fréttir af þessu, en það er náttúrulega eins og við erum með opinn umræðuvettvang á Facebook sem við höfðum verið að ræða í kjölfarið á könnun sem var gerð meðal flokksmanna
þá var svona alvarlegustu athugasemdirnar sem að voru almennar á einhvern hátt. Þess að ekki það var augljóst að það var svona kannski 5% þátttakenda voru svona með sömu línuna með gagnrýni sem kannski samstofn á því sem að Karl-Tíðin hefur verið með. En almennu athugasemdirnar var þetta spjall að þar væri svona menn, náttúrulega fyrst og fremst, það ekki konur, sem að svona vaða uppi og í hvers skipti sem að þú setur eitthvað inn að þá eins og fáir á þig eitthvað svona hýenuhjörð. Og við vorum að ræða það hérna í framkvæmdastjórninni hvort við ættum bara að hafa það þannig að hver mætti bara sitja inn eitt status á dag og eitt komment á klukkutíma, eitthvað slúðis. Það svo bara dempa umræðina. En því miður þá náðum við ekki í gegn þannig að þessi umræð hefur verið svolítið þar. Þeir sem hafa komið fram og sagt, þú veist, áttu ykkur á því að við erum líklega að eyðileggja hreyfinguna, bara fyrir framan hundamanna fætur. Að þá kemur alveg hjörðin og hérna ræðist á viðkomandi fyrir að vera andlýðræðis sinni og eitthvað hlera. Og svo náttúrulega taka fjölmiðlar þetta upp. Þetta minnir mig að einhver leiti á manstu eftir átökin inn í Eflingu. Þegar Ólöf og Agnieszka og síðan Gabriel, minnir mann heiti. Að þau fengu rosalega sess alltaf í mokkanum og hafa alltaf upplifað sig að þau væru þar með að byggjast upp sem eitthvað svona pólitískir þátttakenddur. En auðvitað það ekki þannig, Það er bara mokkin að nota þetta fólk til þess að koma höggi á sósíalistaflokkinn sem við vitum alveg að hérna til dæmis gagnrýni á styrki til stjórnmálaflokka eða tæki fyrir umfjöllun valhallar það, þá það bara 95% sósíalistaflokkinn. Bjarni Ben var svoleiðis, núverandi formaður, Guðrún Hafsteinsdóttir, talaði það heldur bara í Laugardalshöll, tók dæmi þessa styrki og svo notaði þetta bara til þess að byggja fjölmiðl eins og það sé eitthvað glæpur. Þannig Já, þú sagði það er heila sjónvarpsstöð. Heila sjónvarpsstöð og ég meina það ekki... Hvað fólk hefur séð fyrir sig? Ég segi alltaf líka, hvað gerðu hinir við peninginn? Ef við fengum lang minnst, þá tókst að byggja þetta úr því. Akkur fólk ekki að spyrja hvað hefði veröldinni gerði sjálfstæðisflokkinn við peninginn? Ég veit alveg hvað það er. Hann eyddi peningunum í því að reyna að halda upp í ímynd Bjarna Benediktssonar. Eitthvað stöðuleiki og traust. En hér sitjum við í 50-60 fermetra plossi. Með mjög litla lofti. Já, sem ekki gott fyrir sjónvarp, en ok, þetta gengur allt og við erum hérna... Það hefur alltaf verið í kringum mokkan og Sósíalistaflokkurinn alltaf fengi ekstra andof eins og við eiginlega megum ekki vera til og þú veist, þannig að það eru viðhlægjendur hann úti og það notað ýmislegt úr umræðinni sem hefur verið notað hérna gegn mér. Ég kom inn í fréttatíman á sínum tíma, átti þar 29% hlut, var ritstjóri og svo gekk það ekki á fór á hausinn og það ekki kannski engum furðulegt núna. Ég raki þessa sögu stundum að þetta var eiginlega fótonum fór undan okkur í kosningunum 2016 sem var haustkosningar að þá bara hurfu auglýsingar og skilaboðin voru við auglýsingum í þessum kommunistasnepli og eitthvað hlera þannig að það var mikið áfalla því að við vorum bara á barminum að geta haldið út í blaði og sem okkur taldi vera nauðsynlegt að hafa sem mótvægi við mokkan og þá var fréttablaði komið í hendurnar á Viðreisn held ég, það var búið að gerast þá eða var að fara að gerast og svo var það líka þeir sem að tengdust höfðu átt hlutana inni að þeir komu og sögðu bara ég geti þetta ekki það er bara fjölskylda mín kemur heim og segist vera fyrir aðkasti fyrir að styðja þessa útgáfu þannig að við vorum í miklu vandræðum og reyndum margt og gátum það svo ekki á endanum síðastu útborgunina þá lagði ég sjálfur inn 5 milljónir af mínum peningum til þess að vera hægt að borga laun en svo fór þetta bara á hausinn og þetta var gjaldþrot upp á 300 milljónir held ég útgáfa 3 daga vikunar dreift í öll hús á höfuðborgarsvæðinu gríðarlegt umfang sem ég held að teljist vera lágu upp að prentsmiðja Morgunblaðsins og dreifingafyrirtæki það buðu mestu og þar á eftir voru eigendurnir sem höfðu lánað til þess en svo töpuðust laun en það voru greitt út úr tryggingasjóði en mokkin hefur alltaf haldið fram að ég hefi stólið laununum eins og ég hefi tekið launin og farið með þau heim
En það var öfugt. Já, ég fekk ekki laun held ég 2 síðustu, allavega 2 síðustu mánaðamótin. Og fyrir utan það, eins og ég var að segja, ég lagði sjálfurinn, en ég hef þurft að setja undir þessu og sumuleyti ekki við þess að gera, sko. Ég geti sagt, nei, þetta var ekki svona, en þetta heldur bara alltaf áfram. Núna stökkva menn á þetta, að því að menn vita það að mokkin búinn að hita upp þennan pott, sko. Og nota þetta sem enn eina sönnunin á hvurslags skítaða klepri þessi Gunnar Már og mér finnst það bara sérstakt, sko, að menn sem hafa komið einhvern veginn að starfi Sósíalistaflokksins skuli vera bara til í það að, sko, kannski mun Sósíalistaflokkur ekki lifið þetta af, sko. Það eru gríðarlegir flokkadrættir inn í flokknum og þegar svoleiðis gerist að til dæmis Karl Híðin birti opið bréf og ég kaus að svara því ekki að því mér fannst þetta ekki eiga heima í opnum vettvangi. Þannig ég boðaði til fundar og bara ætlaði að kynna mína hliðmála og svara svo spurningum það sem bara eins og það verið boðið til blaðamannafundar eða eitthvað, en bara inn í hópnum. Að því mér finnst eðlilegt að ræða þetta á þeim vettvangi. Að hreyfingin myndi ekki græða á því að vera að ræða þetta í Facebook-grúpum eða á síðum Morgunblaðsins. Þá var það túlkað sem eitthvað einræði, að ég hefði bara verið að tala á fundinum, en það var bara ég boðaði til þess að fundar, ef bara eitthvað vildi heyra mína hlið, þá gat það komið. En eflaust mun flokkurinn halda flokksfund eða félagsfund og þetta verður rætt, en mér sýnist að þegar svona gerist, þá hrekkur fólk bara tilbaka, sko. Því að þú veist það, og það hafði verið að gerast hægt og bítandi í flokknum og kannski fyrir svona 1,5 ári að ég man einu sinni kom Sæþór Benjamin Randalsson til mín og sagði það var huga á því að taka við flokknum og ég sagði eitthvað við hann, vill ekki byrja á því að bara starfi í flokknum og skapa þér traust og allt slíkt og svona og hann var með svona bauð fólki í mat og var með einhverja fundi sem endaði með einhverjum svona hugmyndum að breyta flokknum mikið. Við bauðum honum að koma inn í stjórn af því að við töldum að vera svona eðlilegt af því að það var alltaf verið hugmyndir á Sósíalistaflokknum að vera mjög breiður flokkur. Þarna ætti að rúmast inn í menn úr alþýðufylkingunni en líka fólk úr kvennalistanum eða Pírötum, Karl og Trausti sem hefur líka verið að tjá sig, þau komu úr Pírötum, úr samfylkingunni eða VG og þeir sem voru utan hreyfingarnar. Við líka töluðum mikið við fólk sem hafði tekið þátt svona í búsaldabyltingunni og töldu vera mikilvægt að flokkurinn hefði líka einhvern veginn svona andblæna því og byggðum svolítið flokkinn upp af reynslu þessa fólks, meðal annars að þegar ég gekk á milli og var að heyra í fólki sem hefði tekið þátt í pólitísku starfi, að þá áttaði ég mig á því að það sem að særði fólk voru átök við félagana og það eru sár sem að bara virðast ekki gróa maður talaði við fólk bara sem hefði tekið þátt í einhverjum átökum inn í stjórnmálaflokki fyrir 10 árum og 15 árum og þú finnur það stundum þú ert að tala við eitthvað að allt í náttúrulega bara heyrir og það er aldrei gróið þarna. Hún tala bara eins og það hefði gerst í gær, Þetta er mikið rétt. Já. Þannig að við vorum með svona uppbygging á flokknum sem að var það að við vildum ekki hafa flokk það sem að væri svona einhver einn sem að drottnaði yfir öllu. Ég er stundum kynntur sem formaður flokksins en hef aldrei verið það. Ég er formaður framkvæmdastjórnar og ég er ekkert kosinn sérstaklega, það er bara framkvæmdastjórnar kosinn og svo velur hún sem formann og ég hef það raunandi bara sama umboð og aðrir sem sitt í framkvæmdastjórn. Og svo erum við með framkvæmdastjórn sýnir bara sínum verkum og svo klauf hún sig í tvennt og bjó til málefnastjórn og það er bara sjálfstæðsstjórn sem hefur sitt umboð frá Sósíalistafþingi, alveg eins og framkvæmdastjórn. Þannig að framkvæmdastjórn er ekki yfir annarri stjórn. Og svo var það núna síðast kosningastjórn og við reyndum þarna baráttustjórn eins og Trausti var að rekja sem var að hafa þar inni svona þræði frá borgarstjórninni yfir í samtök leigjenda og öryrkja og þú veist fátæka eftirlaun sem er svo nauðsynlegt fyrir borgarstjórnarflokkinn að hafa tengsl út í grasrótina þannig að hann sé fulltrúi fólksins sem við erum að berjast fyrir. Við erum ekki að berjast fyrir eigin hugmyndum. Ég held að það sé miskilningur hjá mörgum. Við erum ekki að berjast fyrir eigin hugmyndum.
þegar við reisum fánan og segjum að við ætlum að stofna Sósíalistaflokkinn, að þá erum við að segja að við ætlum að reisa upp baráttu fyrir hönd, kannski við teljum að langstærsta hluta almennings, en áttum okkur á því að við kannski náum ekki þangað strax í upphafi, en við viljum rétta hlut þeirra sem að hafa það verst. Við höfum orðað svoleiðis ef að bíllinn bilaður, ef það sprungið dekk, þá skiptir dekkið. Þú veist, ef við erum með samfélag, þar sem að fólk sem að glíma við fátækt eða fólk að glíma við mikinn óréttlæti, þá ættum við að hafa allan fókusin á að laga það fyrst. Þetta svona okkar sjónarmið á meðan að flokkarnir sem að telja auðvaldið sér drifaflið í samfélaginu segja nei, við verum að byrja á því að tryggja að bílstjórasætið sé gott og stýrið sé fóðrað og svona. Þannig að við höfum alltaf haft þennan fókus. Þannig að við erum ekki að vinna fyrir eigin hugmyndum það, hvernig það á að vera, heldur erum við að reyna að finna leið til þess að gagna sem best fyrir þessa baráttu. Og þannig hefur það verið. Þannig að þess vegna hefur ekki verið í flokknum svona vettvangur til þess fyrir þá sem eru kannski svona alþýðufylkingin að gagnrýna þá sem þeir kalla krata. Þetta ekki alveg vettvangur fyrir það. Heldur hugmyndin svo að við höfum slembivalda hópa sem að búa til stefnu og þannig ef við erum tveir saman í flokknum að þá var að samkomla það að við vinnum bara saman að þessari stefnu. En við þurfum ekki að vera deil að ég ekki sammálaðni nema bara 85% og þú líka. En það eru önnur 15% sem að ég myndi vilja hafa öðruvísi heldur en þú. Þannig að við sem ekki eyða orkun okkar í að vera deil það og rífast það. Þess vegna segjum við þetta bara lýðræðisleg aðferð við að þessi slembivaldir hópar, almennar og félagsmanna sem að velja stefnuna og við sem erum svo kosin inn í einhverjar stjórnir, við erum bara að framkvæma það. Þetta var svona línan, en þetta var það sem að Sæþór Benjamín kynnti á sínu fundi og hafði nefnt á aðalfundi áður að hann vildi hafa flokkinn allt öðruvísi uppbyggðan og allt í lagi með það. En við ákveðum að hafa stjórninnar, það væri svona ýmsar raddir í stjórnunum og þannig væri það best fyrir flokkinn. En það leiddi til þess að við vorum næstu í 4 mánuði að koma því tillögu á borðið fyrir Sósíalistaflokksþing stofnun á kosningastjórn vegna þess að Sæþór og meðal annars Kalli vildu vera í báðum stjórnum. Og við sögum að það brýtur alveg á skipulaginu sem við samþykktum og mikið er ráð fyrir að margir hafi gengið í flokkinn meðal annars út af því hvernig hann Þannig að við höfum ekki alveg valið að breyta þessu, vorum við að segja í framkvæmdastjórn. Og svo var þetta bara rætt fram tilbaka og endanum var búin til svona málamyndartillaga að þeir mættu vera áheyrnarfulltrúar, að þeir sem væri í einni stjórn mættu vera áheyrnarfulltrúar á stjórnarfundum. Og það var samþykkt á sameiginlegu fundi allra stjórna, af því að þetta er svona stórt mál sem að tengist öllum stjórnum, og lagt fyrir félagsfund, aðalfund og samþykkt. Og þarna verða þeir eitthvað leyti undir í lýðræðislegu vali. En þetta er málið sem að þeir eru að kvarta yfir núna, að þeir hafi ekki náð fram sínum vilja, telja þeir vera ólýðræðislegt. Að þessu ólýðræðislegt að flokkurinn komist ekki að þeirri niðurstöðu sem að þeir vildu. Þegar að ég þegar að uppstillíkanefnd lagði fram lista í Reykjavík Norður, þar sem að ég var í fyrsta sæti, þá stigu menn upp og mótmæltu. Það var fyrst og fremst einn maður sem opnaði umræðina sem hafði unnið mjög skammar hríð á samstöðinni og sagði að ég hefði beitt sig einelti. Atriði sem hann hefur bent á eineltið af minni hálfu er samtal sem átti sér stað inni í svona sameiginlegum spjallhópi sem hét Samstöðin Ritstjórn, held ég. Og af því að ég reyni að hafa þannig að ég tala við alla í einum hóp og ég og það á sama við stjórnarfundina. Ég er ekki að tala við stjórnarmenn á milli funda. Það er bara ýmsar ástæður fyrir því. Meðal annars af því að ég hef oft verið í svona stjórnarmannsstöðu og ég vil helst bara tala við fólk sem er svo bara aðrir eru vitni af eitthvað þess. Og það er líka hættulegt af því að ég var kannski ráðandi í stofnunarflokksins. Að fólk frammi spurji mikið að ykkur og ég segi, jú, helviti, minnst það góð hugmynd og þá farið það síðan inn í sína stjórn eða eitthvað og segja að Smári vildi þetta og hitt, Þannig að ég er svona reyni að
það var bara sem minnst svona bein samskipti en tala svona inn í hópin. Þannig ég sendi inn í hann hóp, hafði fengið bréf frá ljósmyndara sem segir þið hafið birt þessa mynd sem ég á höfundaréttina við Óleifi, hvert á ég senda reikningin. Þannig ég kópira þetta og setja þetta inn í þráðinn og segi á ég að senda þér reikningin og nefni blaðamanninn. Þetta finnst hún að vera dæmi einelti. Að ég hef verið að niðurlægja sig fyrir framan hérna. Það sem við erum með ákaflega litla peninga hérna og við vorum að gera tilraun á því að við getum náð að lyfta vefnum hana upp, þessast fréttavefnum. Þetta var á sama tíma sem að Kalli var að vinna en sem hann hefur sjálfur bent á og hann gat ekki uppfyllt að skrifa 3 fréttir á dag. Og við söfnum peningum hérna eins og þau hlusta á mig gera hérna, að allir peningarnir sem leggið inn fyrir því að búa til efni. Þannig að við verðum að fara vel með þessa peninga og ef áskrifendur gefa okkur pening til þess að búa til efni þá verður það að fara í efni. Ég get ekki láta eitthvað fá peningin þótt hann sinni ekki í starfinu sinu en hann sé gutt í gæi þar fyrir utan eða eitthvað svoleiðis. Og það er líka mikilvægt að við missum ekki peningan okkar í að vera að borga óleyfilegar notkun á myndum sem eru bara klaufagangur og þannig ég verð að segja að þetta er bara alvarlegt mál. En það er engu sett eftir í huga að þessi maður verður rukkaður eða eitthvað slíkt. Ég er bara að segja, það er bara alvar í þessu. En þetta er dæmi einelti. Annað er sem að Kalli segir að það sem ég er að ganga á eftir honum að skila sínum vinnuskyldum. Trausti Breiðfjörð skrifaði að hann hefði kulnað í starfi borgarfulltrúa út af mér. Sagði að starf borgarfulltrúa væri 200% vinna. En ég hafi viljað að hann kæmi inn í félagsuppbyggingu hér. Þetta var ráðagerðir sem að náðu alveg frá síðasta kjörtímabili sem að var svipað ég var að lýsa áðan. Mikilvægi þess að borgarstjórnarflokkurinn hafi svona tengsl út í samfélagið og fyrir þá hópa sem að hann er að berjast fyrir. Og hafði verið gert samkomulag við fyrri varaborgarfulltrúa að koma svona litið á svona hluti hans starfi væri að byggja upp þetta sem er annars vegar mjög gott fyrir flokkinn að fá slíka baráttustjórn en líka mjög gott fyrir borgarstjórnarflokkinn að hafa þessi tengsl þar sem að þú sem borgarfulltrúi getur verið að leggja fram tillögur frá leigjendum eða námsmönnum eða öryrkjum þar sem með svona beina tengingu því að það er svolítið hætta og þú veist það sem þingfréttaritari og ég held að sé enn frekar í ráðhúsinu svolítið hætta og bara dettir inn og farir bara að svara e-mailum og mæta alla fundina og alltaf sinna þinni starfi en ert kannski ekki í svona pólitískri baráttu þar sem út að færa til kannski umræðu grundvöldi sem er svo mikilvægt fyrir svona flokk eins og Sjálfstæðisflokkinn sem kemur eiginlega bara allt annað staðar inn, er fulltrúi allt annar að radda inni. Þannig að það er mikilvægt að við séum jarðtengt. Öll þessi samskipti átti ég við hann og Sönnu á sama tíma. Ég fór og skoðaði samskiptin að því ég á mest í samskipti við fólk bara á Messenger. Fór og skoðaði og ég var sáralítið samskipti sem ég átti við Trausta og ég bara sáraseldan tala við hann sko. En hann upplifði það sem er kannski eðlilegt fyrir unga mann að detta inn í borgarstjórn og það er horstæl umhverfi þar sem að þú þarft allt í að vera alltaf að standa fyrir þínu og eftir með athygli á þér og eitthvað fleira og svo er óska eftir því að þú takir líka þátt í uppbyggingu flokksins og þau voru með þætti komu fyrst inn á rauðaborðið og ég spjallaði við þau sendu mér svona punkta, svona 3 atriði sem vildu spjalla við og við spjallaðum það sem bara fréttir úr borginni sem að síðan þróaðist yfir í Reykjavíkurfréttir. Og honum fannst þetta að vera of mikið og ég veist ekki það og hann bara kulnaði og fór í veikindaleyfi og sagði svo af sér. En hann segi núna að það hafi verið út af mér. Ég þú veist, mér finnst það bara ekki trúlegt. Nei. Þú veist, því að ég meina hann ekki og þetta kom upp núna sko í því að í þessum tilraunum Karls til þess að með við stundum bara kveiki í flokknum sko. Já, þetta er ekki gott. En ég held að segja hana því að vera að segja þegar ég eineltis með myndina sem maður mátti ekki nota og það hefur einelti. Þá fóru umræðu fram á þeim félagsfundi og það var svo samþykkt á félagsfundunum að fara tillögu.  uppstillningarnefndar, að ég væri í 1. sæti og 1. sæti. 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 1
var í öðru sæti og svo eitthvað fremtíkutum. En þeir eru að taka þetta upp aftur sem að þetta hefur verið mistök. Þannig þeir beygja sig ekki undir lýðræðislega ákvörðun. Og svo halda þeir fram að Sanna hefði ekki lagt þetta til, heldur hafi ég neytt hana til að leggja þetta til. Líklega hef ég neytt fólk til þess að kjósa með þessum hætti og allt með þessum hætti. Og ég eins og núna fer ég að skoða samskipti við þessa menn og það maður alltaf ekki velti stundu fyrir sig, auðvitað get ég verið bara klikkaður. Ég bara sé ekki, þú veist, að því ég verði var með margir að senda mér og rétt ímyndar á að vera að kjósa, þú veist, hvatningu sem að, þú veist, það bara þannig og það bara út af fyrirferð minni og þetta. Og þú veist, ég einn að fáum sem að fá raunverulega hvatningu til að bjóða mig fram til forseta sem ég bara hlæja og segja þetta bara galin hugmynd. En svona þetta. Þannig að ég fæ svona og þetta getur maður orðið bara eitthvað bilaður. Þú veist að 18 manns skora á þig og þú heldur að sé þjóðin, eitthvað svona. Þannig ég skoðaði árangurinn út af kosningum og ég í Reykjavík kjördæmi norður og Sanna hefði valið sér Reykjavík kjördæmi suður og það ekki þannig að þótt að við höfum fengið að 2021 fleiri atkvæði Reykjavík norður heldur Reykjavík suður. Þá var það aldrei þannig í aðdraganda kosningana að það mældist þannig. Við höfum alltaf mælst meiri í Reykjavík suður heldur Reykjavík norður. En þótt að við höfum fengið fleiri atkvæði Reykjavík norður 2021. Og fyrir kosningarna þá man ég síðasta könnunin sem að sýndi skiptingu milli kjördæma þá voru með 10% í Reykjavík söður og 8% í Reykjavík norður og fyrsta könnunin eftir kosningar þá voru við með 8% í Reykjavík söður og 6% í Reykjavík norður. En við fengum fleiri atkvæði í Reykjavík norður. Þannig ég get ekki sagt þeim að já, þessi strákar hafðu rétt fyrir þér. Ég dreg niður fylgi Sósíalistaflokksins. Það Sósíalistaflokkurinn myndi ná miklu meiri árangri ef þessi Gunnar Smári væri ekki þarna. Ég sé það ekki í niðurstöðum kosninga. Ég sé það ekki í kosningu á félagsfundum. En hins vegar eftir að við ákváðum að hleypa þessum þetta eru menn sem ég held að bæði Sæþór og Karl eru í stjórn Díamat sem lífsskoðunarfélag sem stofnendur alþýðufylkingarinnar eru með. Og þeir eru svolítið þar megin í pólitíkinni. Það var viljað með svolítið harða afstöðu vera leiðrétta söguna á Vesturlöndum sem mjög neikvæð saga sósíalismans á Vesturlöndum. Ég vilja taka þannig og benda á að sósíalisman á Vesturlöndum er frelsis- og hagsmunabarátta almennings og hefur leitt alls konar hluti fram bæði í gegnum borgaralegsstjórnmál og verkalýðshreyfingu og annað slíkt. En þeir hafa viljað kannski leggja meira áherslu á Sovétríkin og Kína og annað slíkt. Að það sé hinn raunverulega saga sósíalismans innan sósíalísku ríkjum. Þetta sýn Vesturlandana á þessi ríki galin ótrúlega neikvæð og við getum ekki talað bætta heilbrigðisþjónustu eða húsnæðis átök í Kína án þess að sé verið að segja við þar með séu við að samþykkja gúlagið og þetta allt saman. En ég tel að ef við tökum með fánan og segjum við ætlum að berjast fyrir þá sem eru kúaðir á Íslandi í dag, þá sem að búa við óbærileg lífskjör og fleira, þá getum við ekki lagt þann fána niður til þess að fara að berja, fara að leiðrétta sögu Stalín eða Mao, það bara ekki okkar verkefni. Og ef þú vilt gera það, þá getur þú haft bara þinn eigin klúbb einhvers staðar, eins og til dæmis alþýðufylkinguna okkur. Ég þekki þið nú ágætlega Smári. Mér finnst að þetta núna En það ekkert lagt mat á hvað þú þekkir mig, þú er bara að þekkja mig lengur en ég. En þetta samtal okkar verður líka, þetta ekki pér, því að þetta bara einhver flokkadrættir og þetta verður litið á þetta sem enn eina sönnunina einhvern anskotin. Nei, ég ætla að segja, þér svolítið brugðið í þessu máli. Þú þetta kemur illa við þig. Þeir geta vont. Já, að því að það verður talað um svona einelti og svona. Og það er ástæðan fyrir að það eru konur í flokknum sem eru mjög reiðar þessari stöðu. Það sem eru einhverjir svona ungherrar sem eflaust hafa verið særðir í uppeldinu af einelti og öðru slíku og ganga eru mjög viðkvæmir, koma með svona sært ego utan á sér. Að þeir eru að nota orðfæri sem eru úr mjög alvarlegum ofbeldismálum gagnvart konum. Þeir eru að tala ofbeldi, þöggun og slíkt og allur stíllinn af þessu er þannig. Þannig að ég að sumu leyti
bara með eitthvað svona, með þetta stundum eins og ég vona að það hljóma ekki hrókafullt sko, en með svona bara hýenu hvolpa sem bara gjamma. Ég var með fundin hann í vikunni, þar sem ég reyndi bara að fara yfir, þú veist, af hverju Sjálfstæðisflokkurinn ákvað að verja peningu sínum inn í Vorstjórnina og Alþýðufélagið. Þetta bara fara yfir svona gamlar ákvarðanir og hvað lá að baki þeim, af því að nú verið að reyna að láta líta út þetta sé allt svo annarlegt, jafnvel að ganga inn í, af því að ég var að tala með Moggann, sko. Það annars vegar með launaþjófnaðinn, þar sem að þeir reyndu að sannfæra mig það að ég hefði verið með launaþjófnað. Það var líka reynt að sannfæra að ég var einn af aðalgerendunum í hruninu. Ég var aldrei til meðferðar hjá saksóknara. Ég ekki nefndur í skýrslu Alþingis. Ég hvergi nefndur í neinni rannsókn á hruninu. En samt bara alltaf verið haldið fram að ég hafi verið aðalgerandinn í hruninu. Og ég hef aldrei fundið neina leið til þess að leiðrétta þetta, því að það skiptir engu máli hvað það segir. Síðan kemur fréttatíminn í gjaldþrot og þá heldur Mogginn því fram að þessi launaþjófnaður og einhverjir svona ýta undir það. Og svo kemur þetta og þú varst með mér á fréttatímanum. Nei, fréttablaðinu segir. Já. Og ég man sko átöki sem voru í kringu það. Það voru svona í minningunni, þá fannst manni bara að fólk bara breytti sko hárgreiðslu sko. Það var svo rafmagnað andrúmslofti. Við vorum með sko valdamesta mann Íslands, Davíð Oddsson á móti okkur. Og við vorum að fella sko Morgunblaðið sem hafði verið með drottnandi stöðu yfir íslensku umræðu áratugum saman og var lykillinn og það má sjá það, minnst það því að menn alltaf velta fyrir því, okkur Sjálfstæðisflokkurinn að tapa fylgi. Hluti af þessu þetta. Að hann misti sína drottnandi stöðu yfir allri umræðu sem að var í gegnum Moggann. Og þetta var litið svo alvarlega á þetta að það voru linnulausar árásir á okkur. Það var linnulausar heimsóknir inn á til Baugs eftir að þeir komu inn í þetta. Og ég held að til haga að þeir komu inn í það sem við vorum að gera. Það var ekki þannig að við varum að gera eitthvað sem að þeir vildu. Linnulausa heimsóknir að þeir yrðu að losa sig við Gunnar Smára sem er ríkisstjóra. Bara alls konar skýrslur sem voru að sýna fram á og suðuðu í öllum, bara upp eftir öllu, sko, í stjórninni, framkvæmdastjórninni og alls þar. Bara linnulaus svona átök og árásir og við varum baugspennar. Allt sem við gerðum átti að vera bara, við vorum að handbenda ykkur annað, svona úr kalda stríðinu. Það skiptir engum alveg hvað þú segir, þú bara handbenda ykkur erlendra afla. Það voru allar aðferðir nota til þess að grafa undan okkur. Og það var rosalegt álag, sko. Ég man alveg eftir þessum tíma, sko. Það sem var bara allan daginn. Ég man það líka. Þetta voru alveg. Það var allan daginn. Skotar á sér á. Já, þegar maður fór í vinnuna, þá var eins og maður væri held á svona stóru vaskafatti fullu af vatni. Og þegar maður fór úr vinnunni, þá var, þú veist, það var bara, en okkur tókst þetta. Við fórum í gegnum alveg ótrúlega veggi. Og það bara og slagsmál hér og þar. Já, og gaman að ná þessum árangri í hópi af þeim, af því ég held að það hafi verið þannig að þegar við byrjuðum að þá mátti ég ráða 21 en ég náði bara ráða 20 eða hvort að ég mátti ráða 22 en ég náði ekki fleirum sem hafðu trúað þessari ferð. Það var einn sem hætti þegar fór í þrot hjá djöfaföðkum, hinn héldu áfram. En allir þessi 20 sem hefur trúað þessu í upphafi, að þeir náðu að taka þátt í þessu þegar við erum unnum stríðið. Og út úr þessum hópi kom sko ótrúlega sterkt fólk sem hafði mikil áhrif á blaðamennskuna mörg ára eftir, líka út úr auglýsingadeildinni. Þetta var bara fólk sem umbreytti auglýsingabransanum á Íslandi. Þannig að kom út úr þessu svo, að því að þeirra fólk næra að vinna svo sigur saman, það verður svo sterkt. Og þannig að þar var svo rosaleg svona samheldni í hópnum. Að þó svo að ég væri alltaf með annað fóti svona úti og þurfti að taka eitthvað svona bögg og leiðindi sem að þið kannski vissuð aldrei af og eitthvað þú veist og þá fannst mér ég upplefa þennan sameiginlega sigur sko. En svo þegar var ljóst að ég gat þetta ekki, að þá bara sætti ég mig við að mér var sparkað upp og ég var gerður af einhverjum forstjóra. Upp og út? Já, ég orðaði þannig. Þegar að hins vegar og svo eftir þegar hruni kemur og þá kemur þessi svona að ég hafi verið bara einn af aðalgerandunum í hruninu og þá átti ég mjög erfitt með og þá bara dró ég mig í hlé og það hafði tölur áhrif á mig sko, að bara missa allt í einu bara málfrelsið og ég hef nú sagt frá þessu að ég byrjaði að skrifa mat
og ef þeir fólk sem að lesa það átta sig eða lesa, að þá ég ekkert að skrifa mat, sko. Ég bara skrifa kapitalisma og hvernig hann að eyðileggja það sem við borðum. En síðan og það þróast einhvern veginn að ég með svona vangaveltur og þegar Trump kosinn, að þá hugsa ég kannski þetta sem ég var alltaf að reyna að breyta samfélaginu með blaðamennsku, kannski það bara ekki hægt. Þannig að nú bara sá tími kominn að þú veist eftir hruni þá hefur haldið að auðvaldið misti völd sín, en það gerðist ekki. Þau eru bara aldrei verið sterkari. Og það allt bara Trump kominn eftir Obama og ég bara hugsaði, þetta var bara kannski bara vitleis allan tíman, að maður gæti breytt heiminum með því að stunda blaðamennsku og draga fram það sem satt, því að nú bara sá sem að auðmenninni hann bara tekið yfir blöðin. Eitthvað geti kent mér það, af því að fekk baug meðal annars til þess að endurreisa fréttablaðið. En það var það að við fengum Kaupmenn í Reykjavík til þess að verja sinna auglýsingamiðil til þess að við getum haldið áfram okkar blaðamennsku. En eftir hrun þá bara tóku allir völdin, auðmennirnir völdin á Mogganum, á fréttablaðinu og bara tóku völdin það sem við vorum. Þannig að ég hugsaði, ég held að við erum bara að stíga fram og bara fara í baráttuna beint. Það ekki hægt að vera, þú veist, einhvern svona hálf hlutlaus blaðamaður, heldur verið að taka þátt. Og það bara ástæðan fyrir að ég vinna stofnun Sósíalistaflokksins. Þá kemur þetta, þá ég á fréttatíminu ennþá og þá hafði áður verið þessi aðför með að auglýsendur drógu sig bara tilbaka og ráðist af fólki sem var í stjórn og fleira. Og svo kemur fer blaðið í þrot og þá ég sakaður launaþóknað. Og það var rosalega erfitt, af því að þá þau komið með og maður sér allt inn í býtu, það rosalega vilji til þess að búa til Sósíalistaflokks Íslands. En þeir koma bara og ráðast á mig og reyna að gera það þannig að ég sé eiginlega fyrir. Og það erfitt, sko. Að þú kemur inn og þú veist allir að segja að þú sett að gera gagn eitthvað svona, en samt eitthvað svona, já, kannski ég bara að eyðileggja eitthvað. Þannig að við fórum bara, en svo bara héldum við áfram og byggðum upp þessa hreyfingu með teskeið. Síðan þegar átökin í kringum Eflingu og verk sem að kona mín hafði unnið fyrir Eflingu, fólki í Eflingu, sem að mér alltaf fundist bara eitt af því stórkostlusta sem hefur verið gert í svona alþýðu valdeflingu. Með þetta bara stórkostlegt verkefni. Að þá var mokkinn að ráðast á það að Sólveig Anna hafi verið að draga fé úr Eflingu til þess að fjármagna mig. Og með þetta bara svo ósanngjarnt, sko. Fyrsta lagi var þetta Aldalóa sem gerði þetta. Í öðru lagi þá var vinnan sem hún lagði í þessu að valla það að Efling keypti myndirnar, sko. Hvað þá allan textan sem fylgdi og allt þetta. Þannig að þetta var unnið af hugsunastarfi. Þannig að það var ráðast á mannesku sem var að vinna hugsunastarf fyrir að vera að sölsa undir sig sjóði almennings. Þá fann ég allt í einu í fyrsta skipti á ævinni fyrir svona kvíða. Og allt í einu fann ég bara, hvað þetta erfitt. Og ég hugsaði bara, já, nú skil ég hvað fólk að tala sko. Af því allt í einu kemur bara svona lamandi tilfinningu og finnur það í fótunum og eitthvað svona. Og það bara kannski af því að þar ég engi þátttakandi, sko. Þar ég eiginlega bara áhorfandi. En það sem að bæði Sólveig Anna og fyrrverandi kona mín lenda einhvern veginn í eldi út af þessari andstyggð Valhallar sem hafa á mér og óttanum, og ég verð bara að segja það. Þeir eru bara skítræddir við að þeir eru að reyna að drepa allt sem ég kem nálagt, ekki vegna þess að ég sé að eyðileggja baráttu sósíalismans. Þeir bara trúa því að, þú veist, að besta leiðin til þess að kæfa sósíalismans er að kæfa mig. Að þá fann ég þá fann ég fyrir þessu að kannski ég bara orðinn gamall og svona. Kannski svo hugsa maður það líka, sko, betur hvað á ég að standa í þessu og eitthvað svona. En svo veist, ok, og svo heldum við bara áfram og við byggjum upp samstöðuna og sem að eitt af því bara jákasta sem ég hef gert, svona það sem að viðbröðin sem ég verð við út í bæ og svona, þú verður örugglega við þetta, þú ferð út í búð og svona, það kemur fólk alveg hleypur yfir mjólkurkælin til þess að þakka manni
og líka held ég að einhvern veginn ratað á eitthvað svona að þetta, að vera með bara svona umræðu við þetta borð með marg svona raddir, að það sé eitthvað sem okkur vantar inn í samfélagið. Við erum kannski bara á einhverjum tímamótum á svo margan hátt í samfélaginu. Og sumuleyti að því ég var að tala með hvernig við horfum á sósíalísku söguna, það var alltaf, þegar við vorum að byrja með sósíalistaflokkina, við ætlum að endurskapa sósíalistan inn í okkar samtíð. Og það er ekki með því að taka línuna frá Stalín eða Mao eða eitthvað svoleiðis, heldur raunverulega það. Að hvernig ætlum við að taka því að sósíalismi er fyrst og fremst hugsjón. Hann er miklu frekar heldur en verkfæri. Hann er logi og fáni og eitthvað svoleiðis. Þannig við verðum að ná að endurskapa hann. Og mér finnst eitthvað að við höfum ratað á gott form við Rauða borðið. Þess að við erum í alvörunni að reyna að skilja heiminn sem við erum í og hvernig við getum brugðist við. Því þú spurði að ég finn það alveg núna þegar ég er með svona umkringdur af einhverjum hýenu korpum sem að gjamma og alveg sama hvað ég segi, það er alltaf einhver einn sönnunin að þú veist annarkvort er ég að gera of lítið og mikið og segja of lítið og mikið eða annarkvort er of mikið lýðræði í flokknum út af þessu að við erum með til dæmis slembivaldastefnu eða það er of lítið lýðræði af því að menn ná ekki að þröngva fram sínum skoðunum. Eina af þessum sem Karl hefur lagt áherslu á er að hafa svona opna félagsfundi þar sem stjórnin að koma og ræða sín mál. Og þá er hugmyndin svo að þú ert eiginlega með alveg svo með sósíalistafþing sem kýs stjórnir og það eru trúnaða fólk sem er falið að sinna ákveðnu verkefnum. En ef þú hefur fundi sem eru bara alveg opnir einu sinni í mánuði, að þá virkar það þannig eins og var hjá Pírötunum að stjórnin að koma og bera það fyrir fundin sem oft er bara tilviljun hverjir mæta fyrir frammi. Það er ekki hinn almenni flokksmaður sem mætir helst og ákveðin hætta á því að einhverjum takist að smala bara inn í að þá myndi það þýða það að ef þú ert að vinna í framkvæmdastjórn eða málefnastjórn eða kosningastjórn að þessi fundur eiginlega tekur af þér völdin og segir þér fyrir verkum hvað þú ert að fara að gera. Og þetta það er af ástæðu sem þetta er ekki svona hjá okkur. Af því að þegar ég var að ræða þegar við vorum að stofna vandamál Píratana sem höfðu svona fyrirkomulag, þannig að grasrótin var alltaf fyrir ofan alltaf, ekki bara á aðalfundi eða ekki bara á tilteknum fundum þess að vera að taka tiltekið málefni fyrir, heldur bara alltaf. Þannig að grasrótin gat eiginlega bara hringt í þann sem var í borgarstjórn eða sem var í framkvæmdastjórn flokksins eða eitthvað og sagt þeim hvað er að gera. Og hver einasti í grasrótinni hafði á tilfinningunni að hann væri grasrótin og hans skoðanir væri hennar almenna. En þannig er þetta auðvitað ekki. En þannig halda margir að það séu. Menn halda að ef þeir ná ekki fram sínum markmiðum í gegnum lýðræðislega baráttu, að þá sé grasrótin höfð undir af einhverju flokkseigendafélagi sem er alveg hlægilegt að halda fram í Sjálfstæðisflokknum. Af því hér hefur aldrei neitt verið á launum. Hér erum við með 3 stórar stjórnir sem eru samanlagt 39 mann sem að sitja í þeim. Þannig að grasrótin og Kalli sem segist vera grasrótin, hann hefur sitið í stjórnum hér, hann er forseti Róða, hann satt í framkvæmdastjórn og var í kosningastjórn, vildi vera í báðum. Ég sé ekki, hans framgangur hefur verið bara mjög mikill, hann hefur verið með þætti, Rauður raunveruleiki, ég hef aldrei skipt mér að ritstjórn þess þáttar. Ég ýtti svolítið í því að það koma stundum menn til Íslands, meðal annars á vegum Ögmundar Jónassonar. Ég hef ýtt viðtölunum við þá inn í þann þátt af því mér fannst það að vera svona efni sem að hentaði svona ungliðastarfinu sem að ætti að vera svona hugmyndafræðilegt að einhver leyti. En að öðru leyti hef ég bara ekki skipt mér að þessu. Það er þáttur sem heitir sósíalísk stjórnarandstaða. Þar hafa gagnrýnendur á mig og þeir sem eru mjög óánægðir ennþá úrslit síðustu kosninga haft sinni vettvang. Þannig að í kosningabaráttunni var ég með notið í samstöðuna meira, bæði í auglýsingum og er ekki góð leið til þess að tala við landsbyggðarkjördæmin þessi stóru, af því að þú getur ekki verið á mörgum stöðum í einu. Gera það bara hér á Summi og vera kannski með 6 eða 7 fulltrúa úr landsbyggðinni, einn af Ísafirði og annan af Sauðárkróki og annan af Akranesi og þar undir götunum.
Þannig af því að sömuleyti samstöð þannig að við byggjum það með þessum almennu þáttu sem við erum með, þá erum við að byggja raunverulega svona upp burðargetu og dreifikerfi og frá sjónarhorni flokksins að þá það ætti það að vera sko burðarvirki sem þú getur hengt á. Þannig að við náum lengra en við myndum ná ella. En það hafa alltaf verið þessar raddir svona undan fyrir 1,5 ár að samstöðin ætti að vera sko með skýrari sósíalíska línu og þá ég að meina sko svona alþýðufylkingar línuna. Að við eigum að vera að boða fagnarerindið, við eigum ekki að vera að hleypa hér fólki sem í Viðreisn eða öðrum flokkum. Við eigum ekki að hafa almenna umræðu og þar hefndi göttum. Og stundum látið eins og að samstöðin sé svona eins og hún núna vegna þess að það sé einhvern veginn mér að kenna heldur en vilji flokksmanna sé að hafa það líkara eins og þeir vilja og Kalli lagði einhvern veginn til að samstöðin yrði að vera undir sko félagslegri stjórn sem myndi kjósa ritstjóra og eitthvað svona. Og þá það hugmyndin svo að þá myndi hann ná sko sínu fram. En þetta búið að vera svona í 1,5 ár og þess vegna var samþykkt í stjórnunum að gera könnun meðal almennra félagsmanna af því að maður alltaf aðtók hvort maður sé klikkaður. Getur að verið að viðbröðin sem ég fæ og þú veist, margir vita að ég í sósíalistaflokknum, þannig ég heyri mikið bara á það sem ég fer labbandi og líka fólk sendir manni alls konar skilaboð og mér finnst aldrei að þessi yfirlýsingum sko stórkostlega óánægju grasrótarinnar í flokknum. Mér finnst það ekki alveg að passa sko. Það sem að gera bara almenn svona viðhorfskönnun, svona svipað fyrirtæki gerir, þetta ánægði með stefnuna. Og það kemur fram svona meira og minna 90% að fólki bara ánægt. Það eru svona 10% sem óánægð og kannski svona 5% mjög óánægð. Og þá hugsaði ég, við höfum brugðist. Við höfum brugðist þessu flokki sko. Með því að snúa okkur að þessum sko 10% og kannski sérstaklega 5% sem eru óánægð og vera svona þjónusta þau með því að taka rosalega langan tíma og svona það er bara orðið hálf lamað sko félagsstarfið inn í stjórnunum og félagsfundinir eru bara rjúka upp í einhverju svona reiðilestur yfir mér og ég bara hætti að mæta vegna þess að ég get ekki boðið fólki upp á það að þú veit að starfi einhverju sósíalískri hreyfingu og þú ætti að taka einhverju afstöðu með mér á móti ykkur bara ekki að bjóða fólki upp á þetta sko. Þannig að ég bara dreigi menda á ég bara 2 mánuði eftir að það er í reglum flokksins að það verður engin meira en 8 ár formaður í stjórn. Þannig ég að draga mig til hins en ég held þetta hafi verið bara algjör mistök að því að við verðum að hafa augun á boltanum. Það sem við erum að berjast fyrir eru hagsmunir sko þess sem við lofum að berjast fyrir ekki að standa í einhverjum deilum við Þorvaldi alþýðufylkingunni sko hvort að netstefnan hafi verið rétt eða ekki. Það bara ekki okkar hlutverk sko. Nei. Ég veit ekki að þetta var kannski langt svar við einfaldri spurningu. Já, þetta var nú spurningur endar en svarið var haldið á. Nei, en þetta er stór hættulegt vegna þess að það er svo margt jákvætt hérna í húsinu. Maður finnur svona jákvæða anda og fólk er tilbúið mæta til starfa í öllu. En mórallinn hefur verið vondur út af þessu sko. Og maður heyri það, eitt af því sem kom fram til þessi könnuninni, að þegar það er spurt að fólk sendi inn svona alls konar athugasemdir. Og það kom svona kannski 20 manns í heildina sem koma með sambærar athugasemdir við allar spurningar. Og þar eru bara, þá hugsa maður býtu, það er í gangi hér eitthvað svona herbergi, einhver sófi, það sem hefur verið að halda því fram eiginlega allt sem hefur verið gert hérna sé bara eitthvað glórulaust rugl sko. Og svona verið að því að ég hafi tekið sko peninga til þess að fóðra einhver laun mín hér á samstöðinni, það er bara alrangt sko. Ég fór ekki á laun hérna fyrir að voru komið áskrifundur til þess að standa undir þeim. En ég hef aldrei fengið neina peningar frá þessu flokki. Ég hef eins og lagt peninga inn í flokk og ég hef lagt ómælda sko sjálfboðavinnu inn í flokk. Smarið, eins og margir aðrir sko. Og ég meina Kalli hefur lagt mikla sjálfboðavinnu inn í flokk. Það er bara þannig. Ástæðan fyrir því að hann sinnti, þegar hann var ráðinn hingað þá var það gert með því að hann hefði þurft að sinna tilteknum störfum sem hann sinnti ekki.
Kannski fannst honum að hann ætti að fá laun af því að hann sinnti ykkur öðrum störfum, en mér fannst aldrei að ég hefði sko vald til þess. Og ég hefði viljað að þetta hefði farið betur þegar mörguleiti er ágætlega í kallaðspunnið, þannig sem getur verið viljur og svona. Ég segi líka með fleiri sem hafa komið hingað, en ég veit ekki. Nei. En þú veist, það er ekki upp á mína, trausti var að kvart yfir því, að því að á fyrra kjörtímabilinu þá ákvað Sanna að láta 100 skall á mánuði inn í vorstununa. Og það er gert í svona anda annara sambærilegra flokka, meðal annars Enedlisten í Danmörkur, miðar laun allra kjörna fulltrúa við svona góð iðnaðarmannalaun. Þau eru á móti þessum ofurháu launum sem stjórnmálastéttin skammta sér. Og Sanna ákvað að gera þetta með þessum hætti að skerða laun sín og leggja aftur inn í, eins og þekkt, ég held að við verið meiri segja inn í VG, ég veit ekki hvort að lifi ennþá, en það var alltaf þannig að fólk borgaði inn í hreyfinguna, það var í Alþýðubandalaginu og þannig hefur það. Og þau ákvað að gera þetta, Trausti og Sanna áfram á þessu kjörtímabili, og hann var í einhverju bréfi, það var að kvart yfir ég hef ekki þakkað sér fyrir það. Sko málið er það að hann var ekki að gefa mér þessa peninga. Og ég, af því að ég þarf alltaf aðtöku hvort ég sé geðveikur, þannig ég fór í þráðinn þar sem að Sanna tilkynni mér að þetta hafi verið, þau hafi komist að þessu niðurstöðu að alltaf leggja sig 100 skallinn. Og það er sameiginlegur þráður sem ég átti með þeim tveimur. Og ég segi eitthvað glæsilega gert, ég tek á ofan. Og það er þannig sem að maður þakkar þeim sem að gera ykkur með öðrum greiða, sko. En og það getur heldur ekki líka verið þannig að ef þú ert með svona einhverja fyrirferð, það getur ekki verið þannig í félagsstarfi að fólki í félagsstarfinu haldi að þau sé að gera þetta fyrir þig, að það séu sko að þú sett að gera rétt ef að Smári þakkaði fyrir. Þá var ég að taka með völd sem ég á ekki. Það sama sem ég segi við blaðamenn sem eru að vinna hér og þáttastjórnendur. Ekki bíða eftir því ég segi þú veist hvernig þátturinn var. Hlustaðu á það sem hlustendur segja, það sem að viðmælandi segir, það sem að Pétur segir sem er að taka þetta upp. Ekki vera að búa eitthvað til sko fyrir mig. Því þá bæði verður að leiðilegra og það bara, þú veist, ég vil sjá í hreyfingunni og á samstöðunni að fólk blómstri á eigin forstum. En ég hins vegar reka eftir ef að þú mætir ekki, ef að þú lofar að því að skrifa 3 fréttir og skrifa enga. Ég segi, þú verður að tilkynna þegar þú ert veikur. Ég segi, þú mátt ekki stela myndum, þú veist, þetta er bara alvarlegt. Við erum að keyra þetta áfram á svo litlu fé að ég, þú veist, það er eiginlega unbelievable að þetta sé það sem við höfum gert, hafi tekist að koma því á koppur. En sko, sósíalistaflokkurinn, hann er, sko, það merkilegur að hann á forseta borgarstjórnar. Á öðru kjörtímabili í Reykjavík er Sanna Magdalena forseti borgarstjórnar. Fjöldi manna sem að segja, sko, á hverju létu þið ekki Sönnu vera borgarstjóra? Létum ekki? Nei, Þorsteinn Jóð var að segja þetta í svona vikuskefni, var að segja af hverju létu þau ekki Sönnu vera borgarstjóra. Því að þá hefðu komið miklu meiri svona nýtt og meiri svona til vinsælda fallið, sko. Þannig það, ég bara segja hver staðan er. En eigi síður, þó að hann sé ekki borgarstjóri, þá hann er forseti borgarstjórnar á sínu öðru kjörtímabili, náði ein kjöri í fyrri kosningunum og bætti við manni í seinni kosningunum. Þannig að sko, við getum ekki miðað árangur svona nýs flokks bara við þingkosningarnar. Í Reykjavík er það alveg frábær árangur. Og Sanna náttúrulega hefur kjörþokka og það allt saman. Við höfum líka mikil áhrif á verkalýðshreyfinguna. Já. Þegar Sólveig Anna bauð sig fram fyrst á B-listanum, þá vita allir að það var gert svona innan úr Sjálfstæðisflokknum, vegna þess að við töldum að vera lykilatriði að endurreisa verkalýðshreyfinguna og hvernig umræðum hana hefur breyst. Að ég tel að það sé einn af því sem að sko Sjálfstæðisflokkurinn hefur áhrif á, án þess að ég sé að segja að alltaf eigna Sjálfstæðisflokknum verk Sólveigar Önnu. Því að þannig er þetta að þú veist, Sanna fær eitthvað hlutverk og vex upp í því, Sólveig Anna fær eitthvað hlutverk og vex upp í því, þótt að ræturnar séu sko komin úr hreyfingunni að þá eiga þær þetta allt skilið. En hins vegar er alltaf ykkur upp á mokka sem að verið fyrir að halda því fram að ég held að ég nýþagna það að ég sé að stýra sko Sólveig Önnu og ef það er ekki ég að þá er að Viðar Þorsteinsson. Og einhver leiti er líka allt þetta tal
eins og hérna María Pétursdóttir sem formaður málefnastjórnar, Sanna sem formaður kosningastjórnar, Sara Stef Hildar sem varaformaður framkvæmdastjórnar. Þegar þær hafnaði þessum ásökunum Kalla ólýðræðisleg vinnubrögð og eitthvað glundroða inn í flokknum, að þá var það afgreitt eins og þær séu klappstýrur mínar. Og þannig að inn í þetta blandast einhver fádæma kvenfyrirlitning sem við sem sósíalistar verðum að vera vakandi fyrir. Aldeilis. Og ekki að taka þátt í þessu. Aldeilis. Þannig að þetta já. En ég veit ekkert hvað það enda. Mér finnst að sömuleyti bara skaðinn skeður. Það var ég held að Sósíalistaflokkurinn hafi haft svona ákveðna möguleika á því að verða forystuafl á þessum hluta stjórnmálanna út af veikleika VG og Pírata sem náðu ekki góðum kosningu síðast. Þrátt fyrir að þeir hafi notað alla peningana í kosningabaráttuna, ekki í samstöðuna eða vorstjórnuna. Það er einn gagnrýni að við höfum átt að láta alla peningana í kosningabaráttuna, að þá hefur okkur farnast vel, það dugði ekki fyrir Pírata. Það er verið að tala um það að við eigum að vera með kjördæmaráð sem að, ég veit ekki hvort að fólk átti sig á, því að gamlir flokkar, þá ertu með kannski kjördæmaráðin og svo verður til svona hírakía út úr því, en þetta eru flokkar sem að byggja á áratuga uppbyggingarstarfi sem átti sér rætur í allt öðru samfélagi. Við höfum gert ýmsa tilraunir til þess að ýta undir félagsstarf á Akureyri, á Akranesi, á Ísafirði, á Selfossi, Reykjanesbæ og víðar. Við höfum ekki alveg fundið lausnin á þessu, hvernig þetta á að geta. En ég held að sé óskhyggja að allt í einu spretti upp nógu öflugt og fjölbreytilegt starf sósíalista nema náttúrulega í kringum kannski bæjarstjórnarkosningarnar á Akureyri, en ég held að það verði ólíklegra núna. Þannig að það er alltaf oftur að vísa í að við ættum að hafa þetta eins og flokkar, við ættum að hafa þetta eins og alþýðufylkingin, náðu þeir ykkur árangri eða? Við ættum að hafa svona flokksskipulag eins og VG, náðu þeir árangri, ég meina munið eftir hvað deyðandi áhrif foringinn hafði þar. Flokkurinn lifið ekki Katrínu Jakobsdóttur af, við eigum að kópera það kerfi. Við eigum að hafa flatan strúktúr þar sem eru linnulausi félagsfundir sem hafa völd í öllum málum og geta tekið fyrir hendunar öllum stjórnum ef að gera það eins og Pírata. Hvernig fór þeim? Og það er látið eins og okkar kerfi sé bara fyrir einhverja triktúrur eða einhverja vitleysu. Þetta er svona til þess að læra af því og lenda ekki sömu mistökum aðrir. En því miður að þá eins og ég er að segja, þegar við snérum okkur svona að hörðustu gagnrýnendum og vildum hafa þá inn í tjaldinu, þú kannast við hennar frasa, þessi bandarísku frasi, þessi betra að hafa hann inn í tjaldinu að pissa út, heldur en að hafa hann fyrir utan tjald að pissa inn, ég veit ekki hvað þetta kemur. Það enda með því að við erum með henni í tjaldinu og þau pissa inn í tjaldinu. Og hver er árangurinn? Það er svona möguleiki okkar á að verða svona forystuafl í svona endurmati þessa hluta, því að það er náttúrulega grafalvarlegt mál að vera, ég held að þetta sé svona 25.000 kjósendur sem eru heimilislausir í pólitík, sem grafalvarlegt, og bara pældi því núna að verið að móta öryggisstefnu inn á þingi. Það er grafalvarlegt mál að það er engin friðarsinni, það er bara grafalvarlegt mál. Að þá er gripið á það ráð að því að ég á 2 mánuði eftir sem formaður framkvæmdastjórnar að búa til ykkur rosalega úlfuðun í flokknum sem að við þekkjum að þá hrekkur fólk frá og hættan er svo að það situr bara eftir, reiða fólki eftir og hirðir þetta bara. Það er bara hættan. Og ég þarf líka að hugsa sambandi við samstöðuna að því það er alþjóðfélagi sem á samstöðuna og margir leggja þar inn og krossa bara við að þeir eru ekki að gefa sér fram til ykkur stórkostlara félagsstarfa. Ég veit það alveg. Þannig að þetta er svona félag, ég var með S.A.A. á þessum tíma, var formaður þar. Þar eftir kannski með 7-8 þúsund félagsmenn. Man ekki hvað það var við vorum alltaf að bæta í það. Að þeir mæti ekki aldrei að fundi, En langstæðsti hluti félagsmanna er sáttur við, S.A.A. eins og það er. En svo mæti báður til fundar, þá mæta kannski í S.A.A. kannski 120. En þeir taka þá ákvarðanir og það er að gera rönn á svona félög og taka þau yfir og kannski er þetta hugmyndum að þeir sem eru þarna í stjórn Díamat hjá alþýðufylkingunni ætla að taka yfir Sjálfstæðisflokkinn. Og ég hugsa bara, af hverju endur þessi ekki bara alþýðufylkinguna frekar? Þar eru bara allt stjórnað út úr einu sófa, eins og var hann á Grettisgötunni, ég held að það sé upp á Akranesi núna. Og þar eru bara alveg kórrétt afstæða til Stalín og Mao og bara af hverju eru ekki bara þar? Hefurðu farið þangað? Hefurðu farið þangað? Hvert? Á Grettisgötuna? Nei, ég er að vísa í sófan sem að Þorvaldur í alþýðufylkingunni var með. Því það er
Því að þetta er til fyrirbyrði sem heitir sófakommar. Og þá situr einhvers staðar í sófa og talar þig niður á því að þú vitir alveg allt saman. En þú ert ekkert að gera neitt, sko. Þú veist, starf alþýðufylkingarinnar hafði eitthvað svona áhrif og ég skil alveg þegar fólk að segja hérna var eitthvað fundundaginn og segja að það rætti ekki sósíalisma fyrir en að Gunnar Smári kom. Það ekki rétt, sko. Ég meina Þorvaldur var að ræða sósíalisma og það svo ósakett kakot honum og ég skil að pirrar hann og ykkur í kringum hann og menn eigi ekki að tala svona því að hann gerði það. En svona árangurinn með því að þú veist að reyna að gera sko sósíalísku baráttu að svona fjöldahreyfingu hann var ekki mikill og Sósíalistaflokkurinn bara fylgi í kosningum að það sem vinstra megin við Alþýðubandalagið við fengum 4%, 4,1 og svo 4. Næsti held ég sé bara með 0,2. Þú veist, það ekki hægt að líka svo saman, sko. Nei. Og hérna áhrifin sem við höfum haft inn í verkefnishreyfinguna, áhrifin sem við höfum haft inn í svona almenna umræðu tungutak. Það er allir að tala um auðvaldi núna, að auðvaldi sé galli. Þegar Sósíalistaflokkurinn var stofnaður var auðvaldi talið vera bara Guðs blessun. Þú veist, þannig að við höfum haft alveg gríðarlega áhrif á umræðina. Og ekki með yfirgangi og stælum, sko. Við höfum bara gert það í spjalli hér. Þegar ég var að bóka í þennan þátt þá bauð ég hægri sinni við fólki að koma en það er oft komið. Það er oft komið. Oft komið, já. Það er nefnilega það. Og oft komið. Og ég hef líka rætt við Þorvald og ég hef rætt við farið við sögu fylkingarinnar. Ég náði að tala tvisvar við Ragnar Skjálta áður en hann dó. Þannig ég hef verið að reyna að draga inn þessa svona gömlu sögu. Ég hef talað um Útvarp Rót sem að meðal annars fylkingi stóð fyrir að stofna til. Ég hef reyna að draga inn einmitt svona... Þú veist hver var ábyrgðarmaður þar? Nei. Þóroddur Bjarnason, prófessor á Akureyri. Já. Hann var sá sem bara ábyrgðin á rekstri. En ég er að segja að þó að ég sé ekki fylgjandi því að Sósíalistaflokkurinn taki upp svona stefnu og taktík alþýðufylkingarinnar, að þá finnst mér það sjálfsagt að þeir sem eru þar megin í litrófi stjórnmálana hafi aðkomu hér og takið þátt og ég finna það er svona tónnin sem hefur verið meira til dæmis í rauðum raunveruleika og það er bara gott og gaman. En ég er ekki sammála þeim að við eigum að hætta þessari tilraun sem við vorum með Sósíalistaflokkinn og taka upp sko þeirra. Nei. Ég er ekki sammála því, sko. Nei. En ég að þú spurðir svona, þetta beinir svona svolítið að mér og það náttúrulega gerir mig alltaf svona veikar í umræðinni. Að það byrjaði að reyna að brjóta hnésskilanar mér þannig að ég get ekki tekið þátt í umræðinni með því að saka mig eitthvað svona persónulega ágalla og eða eitthvað syndir fortíðarinnar eitthvað hlera. Og ég hef verið svolítið hugsið yfir þessu, hvernig ég á að beita mér í þessu. Ég var ekkert búin að hugsa hvernig þetta samtal okkar myndi þróast, það bara þróast eins og það gerði. En ég hef elti líka fyrir mig með samstöðuna, því við erum þar, að ef að eins og ég skil menn frammi sem voru á fundi sem að ég boðaði að þá eru menn á því að taka bara yfir einhverja svona sósíalíska stjórn yfir samstöðunni og eru bara mjög ósáttur við vill ekki að neini sé að starfa hér nema að vera virkir sósíalistar sem er orðtak sem að þeir nota svolítið núna. Og hvernig gerir maður virkur sósíalistar? Það er líklega að taka þátt í róða eða eitthvað. Já. Ég spurði ykkur svona þræði, er ég virkur eða hvernig er? Þetta er hugtak það að þetta er vera ekta og óekta. Það er þeir sem eru í flokknum og eru bara fullu í sínu vinnu að fara að sækja börn í sínu og eitthvað fleira og bara get ekki gefið sig fullt í flokkstarfið, greiða félagsgjöldin í flokkin og styðjan og tala í sínu umhverfi og fleira, að þeir séu ekki nógu mikli sósíalistar, heldur séu að þeir sem að koma hingað og eru í einhverjum svona stundum sem eru bara partí og pítsu átt frammi. Að það séu virkir sósíalistar og þetta er bara, við þekkjum þetta alveg úr sósíalískri hreyfingu og sömuleyti er flokkurinn stofnaður til þess að koma í veg fyrir einhverja svona hugmyndir. Það hefur verið ríkt í sósíalískri hreyfingu að ef að ég sæki ekki umboð mitt sko til minna félaga, að það er vilji minna félaga, þá get ég sótt umboð mitt það að ég er réttari sósíalist en þú. Og þess vegna sæki ég umboð það að þess vegna mín vilji að ná fram að ganga. Og þetta heyrir maður stundum og einhvern veginn var svona kerfið í flokknum byggt upp til þess að koma í veg fyrir þetta. En það eru bara auðvitað í stórum hópi fólk sem hefur áhuga á því að breyta þessu og vill að það séu réttir sósíalistar
stýriflokknum. Og eitt, að því ég nefndi könnunina sem er bara viðhorfskönnun sem svipað og fyrirtæki gera, ertu svona almennt sáttur við stefnuna. Ég veldi fyrir mig, sko, ef þú myndir gera svona könnun í VG eða Framsóknarflokknum eða ég held að sko, að því að vera að segja að þetta sé svo ólýðrætt og rosalega erjur innan Sjálfstæðisflokksins, þessi könnun bendir til þess að það er líklega minna í Sjálfstæðisflokknum, þetta eru nokkuð öðrum. Gallinn er sá að þeir sem eru óánægðir hafa farið og borið óánægju sín út á torg, haldið í fram að það sem að þeir verða undir í lýðræðislegur í þáttöku í flokknum, að það sé þöggun og yfirráð, ef það er tekna einhverja ákvarðanir þá að ég hafa gert það á baku tjöldin og annað slíkt, sem ég bara hafna alfarið. Og ég ég hef reynt að passa mig á því að vera ekki að tala við fólk á milli funda því ég hef raunverulega trú á því og þess vegna sittum við kannski við rauðaborðið. Ég hef raunverulega trú á því að þegar fólk sest saman af góðum hug að þá talið það sig niður á góða niðurstöðu. Þess vegna er engin ástæða fyrir mig að hringi í þig að vera fundurinn niður og við verðum að vera, ég hef bara aldrei tekið þátt í svoleiðis. Eða smala, ég boðaði til hennar fundar, ég setti það á vegginn minn. Ég var ekkert að hringi í fólk og þú verður að koma og styðja mig. Ég gerði það heldur ekki þegar ég var ritstjóri. Ég hef verið rekið sem ritstjóri. Ég fór ekki til ritstjórnum og sagði þið verið að standa með mér. Ég hef verið ekki frá pressunum sín tíma. Ég hef ekki gert það. Þegar ég var með að sparkað upp og út, ég gerði það ekki. Ég ætla ekki að leggja það á bara venjulegt fólk að fara að taka einhverja afstöðu í lífinu hvort það standa með mér eða ekki. Ég hef aldrei, þess vegna er ég ekki stjórnmálamaður að þeim skilningi. Ég er ekki að safna í kringum einhverja hjörð. Það bara er þannig. En svo er fólki sem að, styður ekki þá sem er að ráðast á mig. Það er sakað að vera að í einhverju hjörð hjá mér. Er þetta ekki alveg gott bara? Jú, ég held að við vonum bara þetta skýrismári og það er náttúrulega ljótt ef að starfi verður fyrir einhverjum skemmtum. Við þurfum að taka sérstaka ákvörðun hvað við ætlum að gera við samstöðuna. Ætlum við að láta bara kylfur á það kasti og ef það verður valdataka inn í Sjálfstæðisflokknum og Sjálfstæðisflokkurinn mun þá einhvern veginn breyta samstöðunni yfir í neista einhvern, þá verðum við að taka ákvörðun því að ég hef horft í þessa myndavél og beðið fólk að gera þetta áskrifundu til þess að undirbyggja þá umræðu sem að hér hefur verið og ég skuldbundi því fólki, þetta eru 1600 manns sem hafa tekið þátt í að byggja upp samstöðuna. Það var ekki að ganga hér inn og leggja peningu hver mánaðamót, ekki þannig að sumir hafa gert það þótt að þeir séu kannski ekkert mikið aflögu færir og eigum við þá að bara segja bara breytum þessu bara í næsta. Við verðum að hugsa það því að fjölmiðlar eru alltaf lýðræðislegir. Við erum með ábyrgð gagnvart hlustendum okkar, gagnvart viðmælendum okkar og gagnvart áskrifendum og við verðum að taka bara einhverja ákvörðun það eigum við bara að láta það bara yfir þetta fólk ganga að menn sem eru með þær hugmyndir að bara gerbreyta samstöðunni og breytinni í svona málgagn sitt einhvern veginn til þess að geta setið og messað yfir hvernig samfélagi að vera. Við erum að taka ákvörðun þetta bara núna næstu dögum. Já, ekki samt í þessum þætti. Nei. Herðu, en ég þakka þér fyrir komuna. Já, takk. Og ykkur öllum sem hafi verið með okkur í dag. Þetta var fjörug umræði áðan og svo þessi nauðsynlega umræða núna hvað er að gerast innan flokksins. En ég þakka ykkur öllum sem á okkur horfðu og á okkur hlustuðu og það dagskrá byrja hér aftur ný dagskrá klukkan 8 annað kvöld en á meðan er náttúrulega eldri þættir í spilun en sæl að sinni.